Það sem ég vil fá að gera hérna aðeins að fara yfir bæði þessa áskorun á vinnumarkaði og það sem mér finnst líka við standa svolítið frammi fyrir og það eru valkostir í kjarabaráttunni. Eyrún fór yfir það hérna áðan að við erum að reyna að efna hér til umræðu á tveimur fundaferðum, annars vegar það sem nær okkur á vinnumarkaði núna, tekjuskipting, framtíð starfa okkar og síðan jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnulífs og síðan þá taka velferðarmálin, húsnæðismálin í haust. Það sem ætlunin það að miðstjórn muni þá fyrir lok september geta að nota þetta efni, það fer allt inn á okkar þingvef, en út af þessu geti þá verið til grunnur að einhverjum áleitunum, einhverjum áherslum fyrir þingið okkar í haust og umræðan á þinginu verið þá til þess að geta tekið þessu umræðu lengra, dýpkaðana, en hún byggir svolítið á því sem að hrærast í okkar hreyfingu. En mér finnst líka ástæða þess að nota þessa fundi til þess að undirbúa það að það auðvitað líka þannig við stöndum frammi fyrir áskorunum í kjaramálum. Það búið að vera mikil reiði og mikil óþæri í okkar samfélagi í kjölfar hrunsins. Þetta hefur verið birtast á vettvangi stjórnmálanna í því að það pólitískur óstöðugleiki, það eru tíða kosningar, stjórnin halda vart umboði sínu til loka tímabils. Og að sumuleyti getum við sagt að eftir hrun hafi festuna í okkar samfélagi meira verið að finna á vinnumarkaði. Það hefur verið mikil samstaða á vettvangi Alþýðusambandsins í okkar glímu við þessar aðstæður og kjarasamninga, mörguleyti í samstarfi við félag okkar í BSRB. Og samstarf kjarasamninga og vissulega stjórnvaldsaðgerða kom okkur fyrr út úr efnahagshruninu hér heldur en í flestum öðrum vestrænum ríkjum og það reyndar eftir því tekið erlendis hvernig okkur tókst að komast út úr þessu samdrætti og byggja upp bæði atvinnu og kaupmátt eftir hrunið. Það líka ljóst að þessi sátt og þessi samstöðu á vinnumarkaði hún svolítið verið að víkja fyrir reiði og óánægju. Mér hefur fundist afar mikilvægt að við vinnum með þetta. Að við setjum svolítið puttan á það hvað það sem veldur þessari reiði og óánægju ef við ætlum að gera okkur vonir við það að við getum sameinast ykkur viðbrögð til að bregðast rétt við þessu. Ég hef tekið eftir því að því verið haldið á lofti að þessi óánægja sé vegna þeirra kjarastefnu sem við höfum fylgt á undanförnum árum og áratugum. Ég í þeirri undarlegu stöðu þegar ég að fara út og reyna að verja þá kjarasamninga sem Alþýðufélag og Alþýðusambandið gera, þá stend ég ykkur orðarhríð það jafnvel inn á því hreyfingunni að þetta veri lélegir samningar. Alþýðusambandið gerir ekki kjarasamninga. Alþýðusambandið getur leitt samböndin saman í að sameinast kjarasamninga, en það eru aðildarfélögin sem gera kjarasamninga. Ég hef náttúrulega litið á það sem eitt verkefni að reyna að standa vörð það sem okkar aðildarfélög eru að gera. En þetta rétt? Þessi reiða og þessi óánægja í samfélaginu, hún þetta? Hver þessi stefna? Höfum við orðað þessa stefnu? Hefur hún skilað árangur? Getum við mælt árangur á þessari stefnu? Mér finnst þetta allt saman vera spurningar sem við þurfum að leita svara við og reyna að ræða, bara opinskátt í okkar hreyfingu. En ég vil bara árétta það og þá ekki vera neitt feimnismál í því samtali að það ekkert nýtt að það sé tekist á baráttuleiðir í kjarabaráttunni. Alveg frá upphafi okkar hreyfingar hafa menn tekist á það hvað sé farsæl leið til þess að ná þessum árangri. Og ef ég leyfi mér svona að draga fram ykkur samlíkingar í því, þá höfum við annars vegar haft það sjónarmið að verkalýðshreyfingin eigi alltaf að nota afl sitt til þess að tryggja félagsmönnum eins mikla launahækkanir og afl til. Á móti þessi getum við sagt að það sé það sjónarmið að verkalýðshreyfingin eigi að beita afli sínu og það verið mikið, skulum ekki vanmeta það, til að tryggja félagsmönnum réttláta hlutdeild í þeim verðmætum sem bæði eru til og verða til í okkar samfélagi hverju sinni. En nota það líka til þess að jafna kjörin þannig að við séum að hjálpa þeim sem að hallu fæti standa, þeir sem eru að lægri kaupi, að lyfta þeim kannski öll betur heldur en öðrum. Og þetta eru svona, hræringar sem hafa alltaf verið hjá okkur í hreyfingunni til þess að reyna að kristalla þessu með okkar hætti. Og ég hef líka sagt það, þó ég sé ekki hérna fjallum það, þá alveg ljóst að við höfum alltaf sagt að kjörin liggja ekki bara í kaupinu. Samhliða okkar baráttum hærri laun, þá hefur verkalýðshreyfingin farið upp að við beitt sér fyrir umbótum í velferðar og réttindamálum, húsnæðismálum, okkar félagsmanna. Og menn gleyma því svolítið að til að byrja með þá var Alþýðusambandið líka pólitískur flokkur. Alþýðuflokkurinn var önnur hlið á Alþýðusambandinu og forseti Alþýðusambandsins var formaður Alþýðuflokks í upphafi. Þessu hættu við 1938 og gerðu hreyfinguna breiðari heldur en var áður. Ég ekki að leggja til að við endurtökum þetta. Ég tel þetta hafa verið farsæla breytingu, en það áhyggjuefni fyrir okkur að mér finnst engin flokkur á Alþingi hafa tekið þetta verkefni að vera talsmenn
almenns launafólks í nægilega ríkum mæli. Og það er áhuggefni og mér finnst að við höfum að beita okkur innan flokkana til þess að það séu fulltrúar á þingi sem tali máli almenns launafólks. En getum við mælt árangur af kjarabaráttu? Hvernig gerum við það? Við getum gert það með því að skoða kaupmátt launa með tilliti til verðbólgu. Við getum skoða atvinnusköpunin, atvinnustigið. Við gleyma því svolítið að þjóðarsáttin þegar hún var gerð, hún var ekkert síður gerð til þess að bregðast við áhyggjum af atvinnumálum heldur en bara verðbólgu og ólgu. Við getum skoða hækkun lægstu launa með almenn laun eða launabili í landinu. Við getum skoða þróun ráðstöfunartekna og þá taka tillit ekki bara til verðlags, heldur líka skatta og bóta. Við getum skoða hlutfall launa verðmætasköpunin. Erum við að halda hlutdeild í þeim verðmætum sem verða til af vinnunni okkar? Er framleiðnin í hagkerfinu að skila sér í kaupmætti okkar fólks? Allt þetta mælikvarða sem við getum notað til að sjá það erum við að skila árangri. Ég tala ekki síðan skoða þá raunvexti á húsnæði og svo framvegis. Og mér finnst það skipta máli að þegar við getum skoðað þetta og nú liggur það fyrir að Alþjóðasambandið hefur með beinum hætti komið að gera kjararannsókna síðan 1964. Kjararannsóknin var stofnuð þá og Alþjóðasambandið átt þær fulltrúa sérfræðinga sem að stunduðu kjararannsóknir voru að safna gögnum til að leggja mat á það hvernig hefur kaupið þróast. Þannig að við getum skoðað þetta býsna langan tíma gögn sem við höfum sjálf haft aðkoma því að vinna með og skaffa. Og þegar maður skoðar þetta yfir langan tíma, þá er svolítið athyglisvert að sjá það að hér árum áður, 60, 70, 80, þá var alveg það sjónarmið uppi og við ættum að beita afli okkar til þess að tryggja launahækkanir. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að þessum árum var líka bara einhver ólga í samfélaginu. Ég er ekki að segja að það stefnan hafi verið orsakavaldur þess að hér hafi verið ólga. Það var bara einfaldlega ólga. Og við vorum að eltast við hana. Ég hegg að það sé þannig að enginn hafi talið sem sigurvegara. En þess að samhliða þessum miklu launahækkunum þá er engin launung á því að það var mikil verðbólga. Þegar menn voru bara á góðum kjarasamningi gjarnan snemma að morgni, þá var eiginlega búið að ákveða fella gengið áður en með komust heim í koju. Og þess að ríkisstjórnin ákveða gengi krónunar með ákvörðunum sínum. Og þetta var einhver óvaran sem menn vildu bara einfaldlega fara út úr vegna þess að ef við skoðum kaupmáttar þróunina, hverju skilaði þetta í budduna, þá er alveg ljóst að það komið þessi bakslög. Bakslögin höfðu nafn, við köllum þetta kollsteypur. Og á þessu tímabili frá 61 til 1990 þá var þetta ekki minna en 10 skipti sem við mistum þetta frá okkur í þessar ólgu. Og herkostnaður okkar félagsmanna af því að missa kaupin niður að raungildi 15-20% var alveg rosalega mikill. Það er einhvern veginn þessar aðstæður sem urðu til þess að ég kemdi starfa fyrir hreyfingar 1989. Ég náði að vinna með þessum aðilum eins og Erni Friðrikssyni eða Guðmundi Jaka eða Rögnu Bergmann eða ég get nefnt marga til sem voru á vaktinni þá, Magnús Ell, sem voru á vaktinni þá að glíma við þetta og töldu nauðsynlegt að finna einhverja aðra leið þessar kjarabaráttu til að fara út úr þessu og menn drógu eitthvað strik í sandurinn sem við verðum að prófa eitthvað nýtt. Eitthvað sem getur þá haft eitthvað trúarleika því að skila sér og menn fóru og þetta var partur af norrænni umræðu, norrænnu alþjóðsambandana að fara út úr nafnlauna áherslunni yfir á að horfa það hverju skilar þetta í kaupmætti. Það er vissulega hógvarari leið, menn einfaldlega bara skiptu og fóru yfir á aðra tegund kjarabaráttu. Og það er alveg ljóst að eftir þetta hafa launahækkanir verið miklu hógvarari. Það er líka alveg ljóst að bara við það eitt að horfa það að það er ekki sömu bakvöld. Jú, vissulega frá 1990 hafa orðið bakvöld, þau gerðust hérna strax 93-4, þegar við mistum þorskafla úr 500.000 tonnum niður í 180.000 tonn. Það gerðist líka í kringu 2001-2, þegar gengi krónuna féll fjórðung, og síðan í stóra bakfallinu 2008-9. En sjáu í þessu sögulega samhengi bakslagi 2008-9 og setið það samhengi við bakslagin sem voru hérna 81-2 eða 88-9. Þau voru sko miklu dýpur og miklu alvarlegri. Þannig að það er alveg klárt mál að við bara það að fara út úr ólgunni, þá hefur okkur tekist að gera þetta í hægari skrefum en öruggari. Sveiflurnar í kaupmætti fyrir þennan tíma voru mjög miklar. Við aðstæður þar sem verðbólga var mjög mikil,
Það sem verðbólgan var 2,5% á mánuði. Og hugsaðu ykkur að kjarasamningar drógust í 1 mánuð eða 2 eða 3 þegar að ná kjarasamningi verðar aðstæður. Það gæti bara þýtt ykkur 10 og 12% í kaupmætti bara þessi 3-4 mánuðir. Þannig að þetta var mikil ólga. Þetta er litið þess, ef við horfum í tíma, þá er þetta byggjast upp. Hér er ég að nota tímakaup verkamanna. Ég get alveg tekið iðnaðarmenn eða verkakonur í samhengi. Þetta er mjög svipuð þróun þegar við horfum á svona langan tíma. En ég heyri það líka í þessu umræðu. Jú, gott og vel, menn fóru yfir þetta 990. Fórnarkostnaðurinn hafi verið að við fórna lágtekjufólkinu. Stöðuleikinn hafi verið stöðugt óbreytt kaup þeirra tekjulægstu. Það er svona frasi sem ég heyri sagða. En hvernig hefur það verið? Það er alveg ljóst að við vorum að hækka lægstu laun frá 70 til 80 ykkur 1600%. Og frá 80 til 90 ykkur 1400%. Sjá hvernig það stóra tölur, sko. Og eftir 990, þetta er alveg rétt, þetta er miklu minna. Það var alltaf sérst á línunni þegar maður fer að bera þetta saman við 1500% hvað það var að gerast í kaupi þeirra tekjulægstu. Ef við berum þetta síðan sama við bara meðal launabreitingu á vettvangi Alþýðusambandsins og því miður er ekki til tölur í þessu landi meðaltekjur landsmanna fyrir en eftir 2008. Þess vegna nota ég þá bara hópinn í Alþýðusambandinu sem viðmiðun. Ef við skoðum þetta fyrir 1990, þá voru almenn laun að hækka næstu í 2000%. Á sama tíma og lægstu laun voru að hækka 1600%. Og það sama gerist 80-90. Það hafði engin tíma til að velta mikið fyrir sér stöðu þeirra tekjulægstu. Við vorum í einhverju kapplaupi, í einhverju hringrás, og eins og Guðmundur J. sagði við mig þegar vorum að ræða þetta og í atvinnumálumræðinu 92, já, ekki gera minn, Svarti Pétur í þessu hlaupi var alltaf lágtekjumaðurinn. Hann gat ekki keypt sér ísskápinn áður en gengið féll. Hann hafði ekki peninga til þess. Hann fekk ekki launasamtal á vinnumarkaðunum meðan hann var bara í almennu starfi og var ekki í einhverju lykilstöðu til að hóta því að fara eitthvað annað. En eftir 1990 þá hefur það einfaldlega verið samkomulag á vettvangi Alþýðusambandsins að það beri að hækka lægstu laun meira heldur en meðallaun. Með einhvers konar útfærslu krónutölu aðgerða. Ég fullyrði því alveg frá 1995 því að við gerum þjóðarsáttmála 90, við lendum inn í efnahagssamdrætti, þannig að 95 eru fyrstu kjarasamningar sem við gerum eftir þjóðarsátt sem að fólu í sér einhverja samninga launahækkanir. Og þá var þessi áhersla uppi. Og ef við leyfum okkur að taka þennan enda hérna eftir 1990 svolítið út úr, þá hefur það verið alveg samfellt þannig á vettvangi Alþýðusambandsins að við höfum verið að hækka lægstu laun betur heldur en meðallaun. Meira. Og það gerum við með því að vera með krónutölur á taxtana, krónutölur fyrir þá tekjulægstu, en flata almenna prósentu sem er að hlutfalli lægri fyrir þá sem er hærri. Svo höfum við stundum tekist á þetta, menn ekki alltaf sáttur þetta, en á endanum hefur þetta verið niðurstaða í flestöllum kjarasamningum á vettvangi okkar. Ef við skoðum bara frávikið hérna, og þá er ég komið skalan mín megin, að fyrir 1990 þá voru það þannig að lágtekjufólkið satt eftir. En eftir þetta þá hefur þessi stefna skilað því maður verið að pjakka þetta upp á við. Og ef við skoðum þetta bara sem hlutfall, ef við tökum dagvinnu tekjutrygginguna eða lægsta taxta starfsgreinasambandsins eða verkamannasambandsins sem hlutfall af meðaltekjum í Alþýðusambandinu, við köllum þetta landverkafólk af því að sjómennir eru ekki inn í þessu. Það er alveg klárt að við vorum komið niður undir 50% árið 1990. Og með samningunum frá 95 þá höfum við búin að lyfta þessu og við erum komin upp undir 80%. Reyndar þannig að þetta hnyktir í víða í okkar eigin samtökum af því að það er búið að þétta svo mikið á milli meðallauna og lægstu launa. Ég tala nú ekki síðan auglýsingaherferðir háskólamanna þetta sama. En það breytir því ekki að þetta er líka mjög markverður árangur að ná. Við erum í því hlutfalli að vera fremst meðal Evrópuþjóða í því að lyfta lægstu launum. Við getum skoðað þá líka verðmætasköpunina. Erum við að halda okkar hluti í verðmætu sem vera til í landinu? Og ef við horfum hérna frá 73, jú, þetta sveiflast, mikil ósköp. Gengisfelling er til að hafa okkur kaupið, sjáið þið. En við höfum alltaf náð þessu upp aftur. Og í dag erum við komin yfir svona langtíma jafnvægi. Og meðan að hlutdeild fjármagns er þá líka sveiflast á móti. En við erum verið að ná þessu 62-63-4% út úr verðmætasköpuninni sem ég tel að við eigum að vera. Það var stefna sem við mótum strax við hrun. Við ætlum okkur að ná þessu upp aftur í það vera þetta hlutfall. Við viljum líka skoða framleiðnina.
Hagstofan hefur verið að birta þetta og ég sé að VFR hefur verið að nota þessa tölur í sinni framsetningu. Við erum að halda hlutfalli milli framleiðni og raunlauna eða kaupmáttar. Missum þetta frá okkur 2008-2009 en höfum náð þessu upp aftur. Í Bandaríkjunum er ekkert samhengi á milli framleiðni og raunlauna. Kaupmáttur meðaltekjumann í Bandaríkjunum hefur ekki hækkað í 40 ár en framleiðni aukist mjög mikið. En það er hlutfall þeirra að landsframleiðslu komið niður undir 50%. Það er verkalýðshreyfingin tiltölulega veik. Við viljum líka þykja þá hérna raunvextina því að í kringu 1990 þá voru vextir í Íslandi alveg rosalega háir. Það var partur áhyggjum okkar að fara út úr þessu ólguumhverfi. Ólgan skilaði næstum því 10% raunvöxtum. Í dag er vextir á húsnæðislánum komin niður fyrir 3%. Það er alveg rosalega mikil breyting sem hérna hefur komið í kjölfar þess. Það breytir því ekki að við erum með mikið vanda á húsnæðismarkaði. Þannig ef við tökum þessa svona mælikvarða á árangur, þá að mínum mati er ekki vafa á því að þessi stefna sem fólst í þjóðhagsvættinni hefur verið að skila árangri. En af hverju er þessi ólga þá? Er ég að standa hérna og halda í fram við ykkur að þetta sé bara eitthvað falsfréttir, það sé bara ekkert að? Er þetta eitthvað öfumæli? Nei, aldeilis ekki. Eitt er það að segja hvað við erum að gera í kjarasamningum ykkar. Ef við tökum hérna bara lægstu launin aftur, þetta er frá 98, þetta er byggt á skýrslu Hagdeildar okkar samhengið á milli þess sem við erum að gera í kjarasamningi, hækkun lægstu launa og þau séu að mælu það með hvað hætti verður þetta í buddu fólksins þegar það fer út og kaupa sér neysluvöru, bæta við þá skottunum, verðbólgunni, húsnæðisbótunum, vaxtabótunum. Mér liggur að segja að það sé jafn mikið étið af þessu að hálfu stjórnvalda eins og við erum að leggja til með kjarasamningi. Þetta er náttúrulega bara einhver skelfileg mynd að horfa á að árangur okkar í kjarasamningi og átökum við atvinnulífið skiptingu verðmætanna skila sér ekki í betri lífskjörum okkar fólks, einfaldlega vegna þess að ríkið sker niður jafn mikið það sem það er að gera. Talandi krónu á móti krónu, sjáðu. Og er með eðlilegt að fólk sé reitt yfir þessu. Ég ætla bara hérna að standa við kjararáð, ég geta haldið áfram að tekið alls konar hópa hérna stjórnenda bæði á ríki og í talningum einkageranum. En hér er frá 2013 þessi rammi sem við erum að vinna með, rammasamkomulaginu. Svo getum við bætt við ráðherrunum og þingmönnum innan og utan, á höfuðborgarsvæðið, utan höfuðborgarsvæðis. Ég veit heiminn og haf í launahækkunum þeirra á sama tíma. Og svo erum við að horfa á þetta sem er að gerast í N1 eða gömmu þetta hvaða fyrirtæki. Mér liggur að segja að þessu öll sömur komin á þetta í einhverju ofurlauna kjaftæði, sko. Og er með eðlilegt að fólk bregðist við þessu og sé reitt yfir þessu. Við getum líka tekið stöðu okkar fólks varðandi velferðarkerfið og það ómöryggi sem verður að búa til í heilbrigðismálum, í afkomutryggingu vegna atvinnuleysis, veikinda, örorku, ábyrgðarsjóð og svo framvegis. Þetta er allt saman í skötulíki. Jú, við náðum atvinnuleysisbótunum eitthvað tilbaka núna. Þetta er allt í ykkur skötulíki. Og svo húsnæðisvandan. Á sama tíma og húsnæðisverð er að rjúka upp og einhver mesti húsnæðisvandi Íslandssögunnar blasir hérna við, þá hefur verið að skera niður framlög til húsnæðismála. Jú, við náðum að semja almenna íbúðakerfið og ég er mjög ánægð með það og hreyfingin setti fótinn niður 2015 til að fá þetta í gegn. Við þurfum samt meiri þetta, en það breytir því ekki að þeir fjármunir sem við setjum í almenna íbúðakerfið það er meira skori niður í vaxtabótum og húsnæðisbótum heldur það sem verður að setja í þetta kerfi. Sjáu þið. Á sama tíma og húsnæðiskostnaður eru að vaxa okkur öllum yfir höfuð. Og þetta er líka ástæða til þess að vera með áhyggjur og vera með reiði. Ég held að það sé afar mikilvægt að við bara áttum okkur af því og við reynum að skilgreina þennan vanda rétt ef við ætlum að bregðast við þessu. Reiðin sem við erum með upplifun okkar að það, hún er nefnilega rökum reist. En vandinn er fyrst og fremst orðið til á Alþingi og hjá ríkisstjórn. Það er verið að hafa af okkur það sem við erum að leggja upp með og mér finnst það áhyggjuefni að þessi reiði henni er beint af verkalýðshreyfingunni og Alþýðusambandinu en ekki af stjórnvöldum og Alþingi. Mér finnst það vera mjög mikilvægt að við bara setjum fram spurninguna bæði hvort við ætlum að láta stjórnvöld hrekja okkur út af þessari leið. Ég bara minna það, því að ég var nú ungur áhorfandi 1989 og 1990, en þjóðarsáttinn varð ekki gerð með velvilja stjórnmálanna.
Hún var gerð í andstöðu við stjórnmálin. Það þurfti að þvinga stjórnmálin inn á þessa leið vegna þess að hún fól í sér ábyrgð á hlutunum. Það var auðvitað miklu þægilegra að láta ólguna vera með þeim hætti að enginn bar ábyrgð á neinu. Og ég þess vegna spyrja, ætlum við að láta stjórnvöld hrekja okkur út á leið og ef ekki, þá verðum við líka að ræða hvernig ætlum við að byggja upp samstöðunum okkar ræða til að glíma við stjórnvaldið, þannig að það er ekkert auðvelt. Því það er alveg ljóst, og bara muna það eftir 100 ára sögu okkar, að glímuna við stjórnvald vinnum við ekki í klofinni hreyfingu. Það var aldrei gerst. Þannig að ef við höfum áhyggjur af varðstöðunni hagsmunina tekjulægstu, þá byggir sú varðstaða fyrst og fremst á getu okkar til þess að mynda breiða samstöðu. Því öðru sem vinnum ekki þann slag. Og ef okkur tekst ekki að gera það, ef við sundrumst í þessu, þá er alveg ljóst að hagsmunir þeirra tekjulægstu verða núna eins og það var fyrir 1990 fyrir borðnir. Því þetta byggir á því að við náum að gera þetta saman. Það er í fjöldunum sem við náum styrkleikanum. Það er í 120.000 félagsmönnum sem við náum stöð á því að glíma við stjórnvaldi. En það er ekki auðvelt aðgerð. Hún er flókin, en við kunnum þetta og við höfum gert þetta og við eigum að geta gert þetta. Og þannig vil ég ljúka að mínu erindi. Takk ykkur fyrir.